Já, komið sælir, kæru sportdrekar. Heilunarspilið ykkar í dag er spil með þessu fallega ljóni. Þið fáið spil nummer 14 og það heitir Karlkyns stuðningur. Það fyrsta sem kemur til mín með þessu spili er einstaklingur í ykkar lífi sem að býr yfir sterkum karllegum eiginleikum eða er sterk karlímynd í ykkar lífi, getur verið föðurímynd eða í hlutverki einhvers konar uppalanda, karlkyns uppalanda eða verndara. Heilunin sem að fylgir til ykkar með þessu spili, hún er varðandi þann part af ykkur sem að við myndum kalla innra barnið. Það er að segja þessi upprunalegi kjarni í okkur öllum sem hefur upplifað ýmislegt og þarna stundum ómælt kærleika og verndar og þetta spil kemur inn á það sem að hefur verið kallað heilun innra barnsins. Það er verið að minna þig á að það er stuðningur allt í kringu þig, kæri sportdreki. Hann gæti komið frá þessari fyrirmynd, eins og ég sagði, gæti líka verið hreinlega frá þínum verndarenglum eða svona ykkar, hvernig orða verndurum að handan. Við höfum jú all okkar hjálpendur sem eru staðsettir á ýmsum tilverusviðum og eru í formi ýmis konar orku. Þannig að hvort heldur sem er að þetta sé manneskja sem er hérna í efnisheiminum eða einhverjum öðrum tilheyrir öðrum heimi, og þá allavega er hún stuðningur fyrir ykkur. Og þið megi kalli í hana þegar að, og ef ykkur finnst vantar stuðning. Það er allavega verið að láta ykkur vita að hún sé til staðar. Það er líka verið að minna ykkur á innri styrkin sem þið hafið, sem þið stundum gleymið eða lítið framhjá. Og þegar þið haldið að þið séuð við það að bugast, muniði þá eftir þessu spili. Reynið að líta fram á veginn. Það er allt í lagi að horfa til fortíðar örstutt til að læra af því sem þar átti sér stað, en ekki dvelja þar langt dvölum og alls ekki flytja þangað. Horfið fram á veginn. Þannig nýtiði ykkar karllægu orku til fulls með því að líta til framtíðar og plana jafnvel til framtíðar. Það ég fyrirgefið mér hérna þetta spil er á fleygiferð. Ég er að stugga við þessu hérna alveg óvart. Það getur verið að eitthvað í ykkar lífi í dag, í kringum ykkur eða ykkar kringumstæðum, kalli á einhvers konar aukna vernd eða verndartilfinningu. Og þið eruð ef til vill búin að vera eitthvað óöruggir, kæru sportdrekar, þess vegna er þetta spil að birtast ykkur. Þessi fallegu litir, pastellitir, hafa oft verið tengdir við heilun. Þetta getur verið litir sem að nær ykkur á einhvern hátt eða eru í uppáhaldi hjá ykkur. Og
svona burt séð frá heilun innra barnsins ykkar, þá geti hér verið heilun einhvers annars í fjölskylduna að ræða eða hreinlega bara heilun fjölskyldunar í heild. Þið gæti hafa verið að gangi gegnum eitthvað erfiðleika tímabil og nú er verið að vinna í því að hjálpa ykkur út úr því. Ef þið vill þurfið þið sem fjölskylda, sem heild, að vinna saman að því að styrkja böndin eða þjappa ykkur betur saman, eitthvað slíkt. Það er verið að minna hérna á fjölskylduna og Karl Jónið er leiðtogi sinnar fjölskyldu og sér að vernda hjörðina og meðan kvendýrin sjá veiðarnar, að mér skilst, að mestu leyti. Þetta er svona bara sterk tilvísun í fjölskyldu eininguna sem að þið tilheyrið, hvernig sem hún kann að vera uppbyggð. Þannig að það er heilun og vernd sem að er að koma inn til ykkar. Ok. Ég ætla bara að bæta við að þið eru kannski líka í þessu hlutverki að vera karlkyns stuðningur og vernd fyrir aðra. Ekki gleyma því. Þetta getur verið á báða vegu og einhver þarfnast kannski ykkar verndar og það leiðir að sér heilum fyrir ykkur í leiðinni. Það virkar jú þannig. Ok, kæru sportdrekar, þá ætla ég að láta ykkur finna út úr því hvernig þetta tengist ykkar aðstæðum í dag og hvernig þið getið sem best nota þessa orku til að heila ykkur og ykkar líf. Ljós og kærleikur.